ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni. Hann komin til mín lögmaðurinn geðþekki Gísli Tryggvason. Vertu velkomin Gísli. Já, takk. Það ekki oft sem ég fæði þetta augnefni. Hvernig tilfinningin? Að vera kallað geðþekki, já. Hún næstu eins góð eins og einu sinni því ég var kallað Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt maður frænku mína sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma. Þannig að það var fyrir algjörn misskilning að ég var kallað Gísli Granni. Já, ég talandi að vera grannur, sko, ég að reyna að hætta að reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hreint stökkva á mig frá viku til viku og þannig að þetta getur verið snúið að ef maður leggur á sér einn löst þá hoppar annar á mann. Já, það er víst kenning að summa lastana sé konstant, þess að þannig segja. Einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en við ætlum að byrja á plastbarkamálinu og dómi sem féll í héraðsdómi í síðustu viku og mörgum fannst alveg einstaklega óvæginn gagnvart Tómasi, þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem hefur farið með himinskautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið. Það einnig búið að vera hávær orðræða það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því að hann sé svo góður náungi þá sé óréttlátt að hann sitji í súpunni eins og verist vera samkvæmt þessum dómi. Það eru margt að ræða í þessum efnum. Við byrjum á þessu sko með við hvorur okkar hefur lesið dóminn. Nei, ég hef svolítið spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leita þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að bótaábyrgð hins opinbera var lokaritgerðar efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis. En hvað það eru gríðarlega mörg siðferðisleg og lagaleg álitamál. Hvað treystir þið til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið viðtöl? Já, í fyrsta lagi er ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir kváðu upp þennan dóm. Hann var væntanlega fjölskipaður væntanlega 2 löglærðum embættisdómurum og 1 sérfræðingi í lækningum einhverjum. En það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaðið orðalag. Og dómarar eins og flestir lögfræðingar reyna að fjarlæga sig aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað menn segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegi og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér. Ég hef einu sinni fengið dóm þar sem að dómarinn eiginlega hraunaði yfir þann sem gerði stefnuna sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt. Síðan er það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmd eða ákveðin. Hún var náttúrulega framkvæmd í Svíþjóð. Kannski ef dómarinn þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér. Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram hvar ábyrgðin liggur. Nei, einmitt lögsagan í Svíþjóð er einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Macchiarini verið dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og pretti. Og þar var aðgerðin semst framkvæmd. Tómas og Landspítalanum verðist leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orða tekið.
Nú svo það þetta með, sem kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fátbókarsíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma hann eins hart, sko. Já. Það heyrir þetta oft sögulegar personur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsklæpum þegar hann brendi Dresden eða lét brenna Dresden. Þannig að það margt í þessu. Það mjög margt í þessu. Svo það tengt þessu með lögsöguna, orsakatengslin. Hvað megin orsök tjóns? Það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða það að framkvæma hana? Mér finnst nú líklegt að Paolo Macchiarini hafi blekkt Tómas Guðbjartsson eins og marga aðra en hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum, sko. Svo einhverja aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þöglir, sko. Og Tómas hins vegar sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna, forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Tómas núi aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sögu að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Tómasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpaði og einmitt eins og tala það siðferðislega það ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hann væri orðinn vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Tómas hefði verið einstakt ljúminni áður fyrir að bjarga 1000 mannslífar. Jú, og það má snúi þessu við líka að ef einhver með slæman orðstír þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vonda mann þá á hann líka sín réttindi. Hann má ekki gjalda þessi afmörkuðu máli. Og þetta var kallað í þjóðveldisöld í réttarfari þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu, þetta var kallað búakviður af því að þá voru sönnunargögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og próf og tækni og þá notuðu menn búakvið af því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því. Hann væri svo góður eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til þess að hafa gert þetta. Þannig að búakviður ekki gilt sönnunargagn í dag og það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðudómstólum þessar myndir. Mér hefur sýnst það og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru eiginlega líkum við segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans. Það var svona helmingurinn sem hann bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið hent á bálið í þessum dómi. Já, þannig að þetta var alveg svart-hvítt. Þetta alveg svart-hvítt. Það engin hlutlaust þarna. Já. Og eina til mig sem ég reyni svona að vera varfærin sérstaklega því ég hef ekki lesið dóma að eina sem ég tjáð mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs. Já. Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónarmið líka
að ef hann hefði verið kveðinn eða kvaddur fyrir dóm Já. af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríkisins, að því Tómas var ekki beinn aðili málsins, Já. þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað er að fella sök á sig. Einmitt. Og það þekkjum úr bandarískum bíómyndum. Það er kallað Taking the Fifth. Að beita fyrir sér rétti samkvæmt 5. viðauka stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann í sakamáli. Og þetta þó við köllum þetta 5. viðauka í stjórnarskráni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfi ekki að tjá sig sakargiftir. Til dæmis þetta það fyrsta sem sakborningur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir, þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig. En ef hann vilji tjá sig, þá sé hann hvattur til að segja satt og rétt frá. Þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbeint honum. Þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki, af því að það gæti fellt á því sök. Þannig ég held nú að það hefði verið hægt að leysa þetta, en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns. Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggur mig við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fékk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli, á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmuni Tómasar, en enginn veit einhvern veginn, finnst mér, hvað hefði verið best að gera. Og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur, af hverju ekki búið að birta hann dóm? Sko, oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma. Ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin. Það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt, sko. Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri. En hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi. En kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómarinn væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveða hann upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukatri, en hér bíða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfrýja honum. Það verður að áfrýja þessu dómi. Til Landsréttar, já. Það eru svo margar spurningar. Þetta líka rifjar upp fyrir okkur, Gísli, hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt. Svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afbyrðamenn að bara leið og einn fellur. Hvort sem að það var nú vegna hans eigin mistaka eða vegna þess eitthvað í kerfinu í kringum hann brást, þá líður okkur bara eins og að við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastétt læknavísinda. Þetta er svona ákveðin leksía það, sko. Og nú er annar læknir sem ég veit svo sem ekki sem er sakaður hreinlega manndráp, sko, þannig að þetta er mjög erfitt í svona litlu samfélagi. Það er annað sem er erfitt í íslensku samfélagi. Það er það að við vinnum hér við Rauðaborðið á Samstöðinni að kalla til viðmælendur, gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni. Og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem eru rangir. Eða umdeilanlegir. Já, en stundum eru þeir hreinlega rangir. Stundum eru þeir hreinlega þjóðhættulegir. Stundum áttar maður sig á því eftir að viðtalinu er lokið. Stundum er ekki fyrir en eftir að búið að sýna að það voru í viðtalinu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, til dæmis en leikmaður, bara gat ekki vitað að það var hallaréttu máli einhvers staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á Samstöðinni í gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt. Ég get tekið sem dæmi, einu sinni ræddi ég við manneskju sem hélt því fram að
að það væri allt í lagi að sniðganga ákveðin efni sem að við teljum alla jafna séu mikilvæg í næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins. Hérna við Rauðaborðið, já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt sem ég skrifaði á vef samstöðurinnar og mína eigin Facebook síðu. En af hverju er ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ýfingar að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo er einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann er ósáttur við þau orð sem féllu. Hann er ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem er að taka viðtalið heldur viðmælandann. Og mér hefur heyrst á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður á að segja. Mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda. Og mér langar til þess að biðja þig aðeins að fara yfir það. Já, í svona viðtölum, bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá RÚV kannski eða sín, en líka þegar það er tekið upp og sendt nokkrum klukkustundum síðan eins og hér er oftast, þá er það viðmælandinn sem ber ábyrgð á sínum orðum. Ef hann segir einhverja þjóðhættulega eða lýðheilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrgð að lögum, þá er það hann en ekki spyrjandinn eða stöðin sem ber ábyrgð. Það er nefnilega það. Lagalega. Dagskrárgerðarmaðurinn þarf ekki að vera sérfræðingur í því efni. Nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því strax í augnablikinu þegar þetta er tekið upp, þegar það er sendt út eða eftir á þegar það er kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt. Þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta bregðast við. Þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðrétta þá þegar brýn þörf er á. Nú svo er væntanlega ef við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Macchiarini eða Thomas í þessu máli sem við vorum að ræða þá myndi vera hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðrétta. Það er ekki alltaf hægt ef að til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli er þess eðlis að það er svo viðkvæmt, það er ekki hægt að ræða það frekar og þá er vand með farið en lagalega ábyrgðin er skýr, það er viðmælandinn. Þetta er ófrávíkjanleg regla vegna þess að ég spyr vegna þess að í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum. Maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrgð en ef maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hefur þetta verið að taka einhverjum breyting? Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt. Þetta eru lög. Já. Lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að enginn annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það er kallað belgíska ábyrgðarkerfið og það er þannig að fyrst er það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð. Ef að hann er nafnlaus eins og var til dæmis algengt í Mogganum lengi, þá er það ritstjórinn. Ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri er tilgreindur, þá er það prentarinn og svo dreifingaraðilinn. Og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjáð sig án þess að fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun, en það væri líka mikilvægt fyrir yfirvöld og þá sem eiga hagsmuna geta að geta alltaf náð í einhvern til þess að saksækja út af ummælunum. Þetta sem þú nefnir með stafina, það er nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurjón Magnús Egilsson er gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 40 árum grein og skrifaði undir sme eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt
samkvæmt dómaframkvæmd þess Já. tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held þetta hafi verið leiðrétt seinna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina. Einmitt. Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærummeðandi vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig. Nei, en reglan sérst mismundi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill eins og hér, eða prentmiðill. Já. Það en síðan geta álitamál vaknað, sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda. Þannig að og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar. Já. Og svo koma tjáningarfrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir taka á því er réttætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá hefur stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagið að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það er ekki alltaf. Talandi nasistatáknið, bannað ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður labba til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrossin og hring. Ég held nú varla. Ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki. En það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána á gyðingasamkomu eitthvað svoleiðis. En þá væri það félli kannski undir hegningarlög þar sem að má ekki svívirða þjóðfélagsópa eitthvað svoleiðis. Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrgðir samanber mál lögreglumanna sem hafa verið með vafasöm tákn í bara barmerki og eitthvað svoleiðis og hafa kostað lögurnar mikil óþægindi. Og svo náttúrulega þó að við lögfræðingar séum þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og mögulega meiga. Ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skylda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja. Maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar. Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkert að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis opinbera þjónustu sína upp á nýtt. Til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona þetta sé kolvitlaust byggt, þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta, það bara Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess að við höfum áður rætt sem loftslagshópurinn í Sviss, eldri borgararnir sem fóru í mál við Sveinska ríkið og höfðu sigur mannréttindadómstólnum. Sérðu fyrir þér að með þessum umhverfisbreytingum sem að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem enginn veit hvernig mun þróast að löggjafinn þurfi að breytum kúrs? Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrgð vegna loftslagsþróunar og það væri nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna. Þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi. Já. Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá degi til dags.
Er það ekki þitt mat líka? Jú. Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa um Anok hafstraumana hérna sunna við vatnið og svona. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Þetta er bara bullandi hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara land eyðist í. Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshittnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár. Það er bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því. Og það var mjög áhugavert að það var engin umræða umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil. Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofnbrautir. Já, 2 yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða. Annað er líka bara í grunnskóla og hitt er í menntaskóla. Á ég að ráðleggja þeim að fara í umhverfislögfræði? Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu. Ég vildi að fleiri færi bara í pípulagnir og rafvirkjun sko að það þarf að skapa verðmæti en gera kannski minna því að deila hver á hvað eins og lögfræðingar gera. Kannski þarf að breyta pípulagnunum með liti til Já, örugglega. Ég var síðast á fundi í gær þar sem ég hvatti, gagnaðila eða fundarmenn að eyða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga. Já, ég veit. Heyrðu, alltaf gaman að hitta þig, Gísli minn. Kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.